Góðan daginn kæru áhorfendur og verið velkomin hérna í Akraneshöllina í blíðskapaveðri. Það bendi ykkur á, það er 20 stiga hiti hérna inni. Það er ekki alltaf, en það er náttúrulega bara ennþá hittara úti. En enga síður, þá er þessi leikur hérna í beinni hjá okkur á ITV innan hús í þessu glæsilega veðri sem er búið að vera að leika við okkur hérna á Skaganum undanfarna daga. Örn Arnarsson heiti ég og er hér að fara með ykkur í gegnum leik Kára og Gróttu í annarri deild karla áður en ég byrja. Vanalega hér á Kára-leikjum er ungu maður að nafni Auðun Ingi Hrólfsson að lýsa oftar en ekki með Hilmari Halldórssyni, en Auðun Ingi Hrólfsson er ekki hér í dag þar sem að núna í morgun eignaðist hann sitt fyrsta barn, yndislegt stúlkubarn sem að mér langar og okkur strákunum á ITV langar að óska honum og Unu innilega til hamingju með það. En við búumst fastlega við Auðun Inga hérna á næsta heimaleik Kára, það sé alveg á hreinu. En bara yndislegt lífið og innilega til hamingju enn og aftur. Önnudeildin rétt að rúlla á stað, þetta er leikur í þriðju umferð og í rauninni síðasti leikurinn í þriðju umferðinni. Káramenn búin að vinna 1-1, byrjuði hér á heimavelli á tapi gegn Þrótti Vogum. Það er eitthvað við Þrótt Vogum, þetta er svona svíja grílu stemming sem er á milli Kára og Þrótts frá Vogum, Þróttar frá Vogum, en síðan fóru þeir austur og á Fellavöll og unnu þar Hött Huginn 2-1 og síðan auðvitað eins og flestir vita voru hér í beinni útsendingu hjá okkur núna í vikunni í bikarnum í 32 liða úrslitum þar sem að, nei það var 16 liða úrslit fyrir gefiði þar sem að þeir mættu úrvalsdeildarliðinu. Bíddu, hvaða úrvalsdeildarlið var það nú aftur? Stjörnunni eða sjálfsögðu, sem að endaði í framlengingu og vítaspyrnukeppni þar sem að Stjarnan reyndar vann á endanum. Skagamaðurinn Árni Snær Ólafsson reyndist Káramönnum erfiður í vítakeppninni. En frábær leikur sem endaði 2-2 eftir framlendan leik, 1-1 eftir venjulegan leiktíma sem Stjörnum komist yfir í bæði skiptin og Káramenn með bara fádæma karakter unnu sinni leikinn í bæði skiptin. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig Káramenn koma undan þeim leik hér. Við skulum bara kíkja snöggvast á þetta er nú akkurat víxlað hjá okkur. Nei, það er nú bara liðstjórnin, sýnist mér. En allavega, byrjum á byrjunarliði Káramanna. Kristján Hjörvar er í markinu, nummer 85. Síðan eru nummer 4 Tómas Týr Tómasson, nummer 5 Gísli Fannar Ottesen, nummer 5 er Marino Hilmar Áskilsson fyrir liði, nummer 9 Sigurður Hrannar Þorsteinsson, nummer 16 Birkir Hrafn Samúelsson, nummer 17 Máni Berg Ellertsson, nummer 23 Óskar Vasilevski, nummer 33 Finnbogi Laxdal Aðalgeirsson, nummer 47 Matthías Daði Gunnarsson, nummer 77 kemur inn í byrjunarliðið frá því í bikarleiknum, nummer 77 Þór Lórens Þórðarsson. Margir af þessum strákum voru að spila fullan leik á móti Stjörnunni eða stóran hluta af þeim leik. Hins vegar á bekknum Kasper Úlfarsson í markinu, Benjamin Mehets fær að hvíla sig eftir, hann var honum ansið þreyttur á móti Stjörnunni. Sigurjón Logi Bergþórsson einnig var í byrjunarliðinu þar. Mikael Hrafn sem kom inn á og skoraði síðara mark Káramanna er einnig hann á bekknum. Hektor Bergmann markaskorarinn í hinn fyrri gegn Stjörnunni. Sveinn Svavar Hallgrímsson og Kristján Marinarsson, og Rúnar Páll er ekki þjálfari Káramanna, svo að það sé sagt. Það er aftur á móti Aron Ímir Pétursson og Andri Júliusson sem að við sjáum hér hins vegar. Biðst velvinningar á þessu. En byrjunarlið Gróttu er þannig að Skagamaðurinn Marvin Darri Steinarsson er nummer 31 í markinu, nummer 3 er Kristoffer Melsteð fyrirliði, nummer 5 Patrik Orri Pétursson, nummer 7 Daði Már Patrikur Jóhansson, nummer 8 Seiden Robert McLagan, nummer 9 Björgvin Brimi Andrisson, nummer 10 Grímur Ingi Jakobsson, nummer 11 Axel Sigurðarsson, nummer 21 Viktor Orri Guðmundsson, nummer 24 Kristoffer Dan Þórðarsson og nummer 25 Marciano Asís. Og síðan á bekknum Alexander Arnarsson varamarkmaður, Björgvin Stefánsson, Dagur Bjarkason, Birgir Davíðsson Skeving, Hrannar Ingi Magnússon, Benedikt Aron Albertsson
og Einar Tómas Sveinbjarnason og þjálfari Rúnar Páll eins og við sáum á skjánum áðan. Nú Sigurður Hrannar Þorsteinsson, leikmaður Kára, nú einnig fyrrum leikmaður Gróttu, þannig að það svona til að finna smá tengingu þarna á milli, en Gróttumenn með 1 stig úr fyrstu 2 umferðunum, 1 jafntefli og 1 tap. Þeir byrjuðu á jafntefli gegn Hettihuginn á heimavelli en vellinum á Hlíðarenda. Þetta mörg lið að spila einhvern veginn heimaleikina sína ekki á heimavellunum sínum í Reykjavík þetta vorið. En Grótta tapaði síðan fyrir Kormák í Hvöt 2-0 á útivelli. Þannig að Gróttumenn reyna hér að sækja sinn fyrsta sigur hérna í Akraneshöll. Já, ég heyrði að dómararnir voru að flauta á og dómari í dag er að varpa því hérna upp eftir augnablik. Og hér sjáum við að Káramenn eru búin að hefja sölu á Kára treyjum sem er náttúrulega bara frábært. Mér sýnist þetta nú vera gömlu treyjurnar að einhver leyti. Þeir eru líka selja þessar glæsilegu nýju treyjur og ég er búin að fylgjast með því hérna hjá núna fyrir leikar er að renna út. Ekki semst á síðasta söludag, þeir eru að renna út. Þeir eru það vinsælar. En hér sjáum við dómaratríóið Róbert Þór Guðmundsson, Steinar Stephensen og Daniel nafni minn, Örn Arnarsson eru honum til aðstoðar. En já, það er svo sem var viðbúið að það er ekkert einhver brjálu mæting á þennan leik. Það er áttan úti hreint út sagt stórkostleg og gólfmót í gangi hérna á Akranesi og líka stigamót, frábært veður hérna sem hefur nú ekki alltaf verið, náttúrulega leiðum mér að viðurkenna, en já, var náttúrulega hérna risadagur hjá okkur á miðvikudaginn eins og ég kom inn á áðan þar sem að við vorum með 2 leiki í beinni útsendingu hérna í bikarkeppninni. Ía fyrst tapaði gegn Aftureldingu út á Elkamellinum og síðan í beinu framhaldi frábær leikur Káramanna gegn Stjörnunni. En hér sjáum við liðin ganga til leiks. Og eflaust situr, ég myndi halda að það væri ekkert óeðlilegt að bikarleikurinn sæti örlítið í einhverjum Káramönnum, að væri einhverjir kálfar ennþá pínustýfir og þreyttir. Eflaust ekki verið eitthvað stórkostlegt álag á æfingum núna síðan þá. En það var stórkostleg stemming hérna og það var alltaf hægt að líka því saman í rauninni stemmingunni sem var hérna í höllinni á leik Kára og Stjörnunnar versus Ía Aftureldingu hérna úti. Það var greinilegu munur og þeir áttu það fyllilega skilið. Káramenn, þeir gáfu áhorfendum margt til þess að gleðjast yfir og einnig líka bara
hérna mikla spennu og sýndu eins og vanalega mikið hjarta og baráttu hug eins og þeirra svo sem von og vísa. En búið að ganga frá öllum fónsadriðum og þá bara alltaf verða klárt til liðsmyndatakan venju samkvæmt og já, liðin hljóma eins og séu tilbúin allavega. Og þetta komið í gang og það Káramenn sem byrja með boltan hér. Fyrst bolti hérna í gegn Óskar Vasilevski, finnur Marino Hilmar. Marino rekinn út úr teignum aftur en hann ennþá með boltan. Óskar fær hann og boltinn tilbaka á Gísla Fannar sem kemur inn í liðið í staðinn fyrir Benjamin Mehic, miðvörðinn. Óskar sama Kristján þarna kominn á kunnulega slóðir. Var nú svo sem ekki svona framalega á móti Stjörnunni en við höfum síðan Þór hérna á flegi ferð en dæmdur rangstæður. Já, við sjáum að Kristján Hjörvar spilar gríðarlega framalega og það er mjög áhugavert að fylgjast með honum og það var einstaklega skemmtilegt að sjá hvað Káramenn voru óhræddir við að spila út úr vörninni á móti úrvalsdeilda liðið Stjörnunnar. Káramenn vinna boltan. Kemur langur borti fram hjá Mána en það var meira kannski bara hreinsun. Maklagan Asís. Nei, þetta er ekki hann, þetta er Daðimár. Viktor sending upp í hornið og Birgir Hrafn sennilega að næla sér í gult spjald hérna strax. Já, Birgir Hrafn ekki lengi að því að ná sér í gult spjald eftir 2 mínútur. Þetta er ekki alveg kjörstaðan en hárrétt. Birgir átti virkilega flottan leik hérna gegn Stjörnunni. Strákur fæddur 2008. Líkt og Björgvin Brimi, númer 8 hjá Gróttu. Káramenn eiga innkastið og Gróttumenn ekki sáttir með þetta.
Það Gróttumenn ætluðu bara samt að taka það. Þetta var aldrei áhugavert. Hérna Axel var ekkert alveg tilbúin að gefa þetta eftir. En enda með að Birkir Hrafn kastar þessu inn, skalla út af að Grími Inga. Birkir inn á Mána, hann niður á Óskar. Finnbogi Laxdal sem var frábær gegn Stjörnunni hér með boltan. Gísli yfir á Birki, hann út á Þór síðan með sendinguna upp í hornið, ætla Marin og Hilmari en vörnin lesi þetta vel. Koma Gróttumenn rætt hérna, Axel inn á miðuna á Viktor lyftur þessu út til vinstri. Kristoffer með hann yfir á fjársvæðið. Boltinn aftur fyrir og Gísli hreinsar þetta frá á þess að setja hann í neitt. Marin og Hilmar meiðir sig hér. Sjáum að þetta leit ekkert sérstaklega vel út. Óskar hreinsar þetta frá. Ég ætla að sjá hvort ég get ekki séð þetta aftur. Marin og liggur ennþá. Og þá leikurinn stöðvaður og við kannski náum að sjá þetta aftur hér. Það var mjög skrítið, tekur hælspyrnuna þarna og síðan í hlaupinu í framhaldinu þá fellur hann eitthvað við, en hvort að það er einhver snerting þarna. Svo fáið takka hana aftan í hásinn eða eitthvað slíkt. En hann er þó staðinn á fætur núna. Kveinka sér aðeins en þá kveinka sér. Og Gróttumenn fá boltan aftur. 5 mínútur liðnar. Staðan 0-0. Síðasti leikur þriðju umferðar í annarri deild. Marino, já, hann er alveg orðin heill síns mér. Marvin með langan bolta fram beint á Finnboga Laxdal sem að skallar hann út af. Kristoffer með innkast fyrir Gróttu. Tilbaka á Maklagan. Patrik. Nei, þetta er Daði. Þetta er svo Patrik. Og Gísli setur hann upp í loft. Þetta var Andri Júlíusson eitthvað ekki sáttur þarna á bekknum. Þetta ekki alveg hvað hann á við þarna. Tómas Týr skallar þetta áfram. Gróttumenn eiga auðveldara með að halda boltanum hér í upphafi leiks. Daði fyrir Gróttu, skiptir yfir til vinstri. Sending í fyrsta, Björgvin reynir sendinguna inn fyrir á Kristoffer, en fangið á Kristjáni. Kemur Birkir Hrafn. Óskar tilbaka á Gísla. Láta boltan rúlla hérna sín á milli. Sjáum í rauninni að þegar að Káramenn byrja að byggja upp sóknir þá fer í rauninni Óskar Vasilevski út í hægri bakvara stöðuna í rauninni og Finnbogi fer upp hægri vængin, og þetta er náttúrulega ekki síst af því að Kristján er óhræddur við að vera bara annar hafsendin. Hér er Sigurður Hrannar að sleppa í gegn, en slök snerting hjá Sigurði þarna, hún sattu við sig
Þetta að hafa Kristján hann í markinu býður upp á þetta. Finnbogi er í rauninni bara kantmaður en ekki bakvörður þegar að Káramenn að byrja sóknirnar sínar. Þá koma Gróttumenn. Aziz með sendingun inn á tegin. Óskar gerir vel, kemur á Matthías upp í hornið á Þór, frábær sending, Þór horfir upp, Sigurður Hrannar tekur hlaupið en hann er einn inn á tegnum og sendingin allt á há og innkast sem að Gróttumenn eiga en sendingin þarna frá Matthíasi frábær. Kristófer kastar þessu fram á kollin á Björgvinni. Óskar Vasilevski hirðir þetta upp. Birkir tilbaka á Gísla. Kristján, þannig þekkjum við okkar mann komin inn í miðjuhringinn. Þetta er hvort að fólk svona almennt kannast við. Það er oft sem að það er að sjá svona hitakort af vellinum. Ég held að það séu fáir markmenn sem að væru í rauninni ef að væri verið að teikna það upp sko ég sá hann hérna í hvort það væri ekki í bikarnum á móti hérna Árbæ. Þá held ég að hann hafi verið alveg eldrauður inn í miðjurhringnum sem er bara svipað eins og Heimir Guðjóns síðustu árin. Og Tómas Týr með sendinguna út á Þór. Þór átti við einhver smávæli meiðsli, hefur átt við einhver meiðsla að stríða og þess vegna var hann ekki í byrjunliðinu gegn Stjörnunni. Birkir tekur þetta frá kast. Gerir vel, tilbaka á Tómas Týr aftur á Birki og sem að gerir þetta einstaklega vel. Óskar Tómas Týr sér hlaupi hjá Þór sem er frábært en hann er flaggaður rangstæður, ég er ekki viss. Þetta var allavega vel tæft. Sjáuð Þór hérna efst í mynd. Þetta er rosalega tæft en flaggi fór á loft og það er það sem skiptir máli. Sérstaklega ef að flautið fylgir beint í kjölfarið og en algjörlega á sömu blaðsviðu þarna þeir tveir sem að vonandi ná að tengja saman á síðar í leiknum. Ekkert færi ennþá í leiknum. Tómas Týr skatar þetta fram á við. Marino vinnur boltan af Grímið þarna. Boltin út á Þór. Gísli yfir á Óskar. Þessu sinni er Finnbogi aftarlega. Sendingin frá honum tæp þarna. Þetta mátti alla miklu muna þarna Kristófer Dan að við það komast inn í þessa sendingu. Þá koma Gróttumenn Patrik með fyrirgjöf yfir og fjær. Gísli Finnbogi skattar þetta frá. Matthías fær hann síðan hérna frá Mána. Hann síðan með sendinguna upp á Sigurður Hrannar. Sigurður snýr við tilbaka á Matthías finnur Máni á Finnboga. Finnbogi var ekki í aðstöðu til að taka við þessum bolta þarna. Og Birkir Hrafn er hérna á mjög gráu svæði. Ég held að það væri mjög hart að gefa gult spjald á þetta en héðan af verður Birkir Hrafn algjörlega að Birkir Hrafn Samúelsson er stálheppinn ætla ég að leyfa mér að segja. Hefði hann ekki verið á gulu spjaldi er alveg pottitt mál. Hann hefði fengið sitt fyrsta hana og
Þannig að núna hann bara á ganga á glerbrotum hreinlega kristall. Asís Þór vinnur vel tilbaka, kemur boltanum á Marino með Sigur Hrannar fyrir fram að sig, en þeir eru öðru leiti fámennir hér. Marino gerir vel, kemur hann tilbaka á Birki sem að finnur síðan Gísla. Óskar út á Finnboga. Bara Birkir út á Þór. Slögsending frá Þór. Þeir eru vont að tapa boltanum þarna. Kemur Viktor fyrir Gróttu út á Björgvin. Björgvin lyftir þessu yfir á fjársvæðið, en þetta er hættulaust og Birkir lætur hann bara fara. Kristján snöggur að taka þetta. Þór reynir sendinguna fram á Sigur Hrannar sem að næra skallan með, en skallar hann ólangt frá sér og beint í fangið á Marvin. Skipta þær yfir á Daða hérna, Daði með langan bolta inn fyrir Birkir Hrafn á Axel. Axel upp að endamörkum, reynir fyrir gjöfina, en Birkir kemst fyrir, gerir þetta vel. En ég held að þjálfara teymið hjá Kára hljóti að vera að velta fyrir sér hvort að þeir geta bara tekið sénsinn á því að láta Birki spila allan leikinn sem að Benjamin Meðis farin að hita upp. Hvort að það merkir að þessi skiptingi vændum, ég veit það ekki. Þetta Benna veitir nú bara ekki að því aðeins að likka sig eftir miðvikudaginn. Kemur hotspinnan hjá Gróttumönnum, siglir í gegnum allan teginn. Sendingi síðan hérna yfir á fjársvæðið. Þór losar þetta síðan bara fram og beint á Marvin. Marvin með langan bolta fram, Finnbogi skallar þetta á Mána sem að finnur Gísla. Marvin Darri auðvitað er skagamaður að upplægi og uppalinn hér. Spilaði alveg upp í annan flokk hér heima og meðal annars einn leik, tvo leiki með Kára hérna árið 2020, fór síðan í Víking Ólafsvík 2021 og átt gerði síðan ferð. Hér er bara fyrsta markið að koma og ég er bara á einhverju blaðri, bara Máni Berg. Já, þetta kom algjörlega upp úr engu. Þetta mark á 17. mínútu. Skulum sjá þetta aftur. Og sjá þetta í fyrsta sinn. Þetta er bara leið 1. Það er Birkir Hrafn með sendingu hérna upp miðjuna. Þetta er hræðilegu varnarleikur. McLagan heldur að Marvin sé bara að fara að taka þetta. En Máni Berg ekki í vandræði með að klára þetta. Gerir þetta mjög snyrtilega. Skyndilega Káramenn komnir í forystuna. Kannski má segja aðeins gegn gangi leiksins. Mér hefur fundist Gróttumenn svona vera með ákveðna stjórn á leiknum, en það er ekki alltaf að því spurt. Vilja Káramenn fá hendi, fá ekki.
Hér það Þór Lórens sýnist mér sem að liggur eftir Máni Berg Ellertsson með fyrsta mark leiksins fyrir Kára. Kemur langt innkast hjá Gróttumönnum, skalla frá Marino Hilmar, skoti síðan beint í fangi þó vel staðsettan Kristján. Já, ég var ennþá að tala Marvin Darra sem að fór í Vestra 2022, búinn að vera þar í rauninni síðan þangað til hann gekk til liðs við Gróttu núna á þessu tímabili 2025. Grótta reyna að byggja upp sókn hér. Grímur með langan bolta fram á við. Björgvin tekur hann með sér og Kristján vel hér. Gróttumenn ætla sér að svara hérna strax. Sjáum þetta hér. Þetta líka svolítið leið eitt hérna. En Kristján með fína vörslu hérna líkt á áðan, búinn að þurfa að verja núna tvígang. Kemur hotspyrnan, Kristján grípur þetta þægilega. Mínútur liðnar og staðan 1-0 fyrir Kára. Tómas Týr. Svo sem hendar ekki Kára liðinu illa að fá andstæðingarna framar á völlin ef þeir vilja reyna að sækja jöfnumark hér í Finnbogi. Mattías kemur utan á hann hérna. Finnbogi ákveður að fara sjálfur tilbaka á Máni Berg fættur 2007. Þetta engin ellismöllur þar. Einn af þessum ungu mönnum sem að fá þessa verðmætu meistaraflokks reynslu hérna í Kára-liðinu og það í annari deild sem að bara sterk deild. Það er laust mjög gott fyrir þá. Kemur boltinn frá Gísla yfir á Þór síðan með sendingunni inn á teginn, innarlega smá samskipta leysið þarna. Daði Már, annarkvort heyrði hann ekki í Marvini eða Marvin bara lét ekki vita. Allavega endaði þetta í hotspyrnu sem að Káramenn fá. Klaufalegt. Hann ekki mörg ár síðan að Grótta var í efstu deild. Þannig eru komnir í aðra deildina. Smá pústrarinn á teiknum eins og ég ætla að leiða mér að segja lög gera ráð fyrir. Það virðist vera einhver skylda. Menn svona íti hvaðan annan og svona. Kemur hotspyrnan inn á nærsvæðið, hreinsa frá. Birgir á Kristján. Kristján lítur upp, gefur mönnum tækifæri að komast út úr rangstöðunni. Reynir sendinguna, gengur ekki. Axel með fínan sprett hérna. Tómas Týr vinnur vel tilbaka og sjáuð þetta. Þetta finnst mér svo geggjað. Að menn vinna tilbaka og tækla boltan í innkast og menn fagna eins og þeir hefði skorað. Ég segi það, önnur deildin maður. Það er þar sem að ástríðan býr. Eins og Andri kom inn á hérna í viðtalinu eftir Stjörnuleiki. Það er engi peningar, bara hjarta, bara ástríða og hún kristallast alveg í mönnum eins og Tómas Týr.
sem við sáum hann þarna áðan og ekki síst í sáum við sérstaklega Kristjáni Hjörvari í leiknum gegn Stjörnunni einmitt þar sem að öllu var fagnað. Myndi á íslenska landsliði þetta fyrir nokkur mánuð síðan þegar áhorfendur fagnuðu aldrei meira eða bara unnum yngast. Þegar við vorum Gróttumenn að sækja komnir inn á teiginn og þeir jafna hér. Tók þá ekki langan tíma. Björgvin Brimi Andrésson sýndist mér að vera og markið á 24. mínútu. Sjáum þetta aftur hér. Þetta var kannski full eitthvað þægilegt en þetta er svo sem vel gert en fær allt og mikið pláss og staðan orðið upp og í rauninni ekkert ósanngjarnt þannig séð. En Björgvin sendingin hérna fram á Þór Lórens sem að setur hann síðan fyrir markið en beint í fangi á Marvin. Þá er það Gróttuliðið. Það er Þróttur Vogum sem að situr í efstasætinu í annarri deildinni eftir sína 3 leiki með 9 stig með fullt hús stiga og í öðru til 3. sæti er það KFA og Haukar með 7 stig hvort og síðan er það Víkingur Ólafsvík sem að situr í 4. sæti með 5 stig og Birkir Hrafn stál heppinn aftur og nú þarna var heyrðum við enn og aftur varamannabekkin hjá Gróttu vilja fá eitthvað aðeins meira fengur bara ekki neitt. Það var það Asís með hotspyrnu nærsvæði skallað áfram, boltinn dettur í teignum og Káramenn vilja fá aukaspyrnu og fá. Held að þetta hafi verið rétt. Máni sýndist mér falla við þarna. Mikil barátta í teignum. Já, þetta var svo sem ekki mikið en eftir sæmilega umhugsun á hvað Róberta flauta á þetta. Óskar beitt bolti fram á Finnboga. Finnboginn er að halda sig ná en Kristoffer þetta sé bara hárrétt hjá Daniel hann á línunni. Innkastið er Káramanna. Finnbogi kastar inn á Mattias aftur á Finnboga. Finnbogi tilbaka, reynir að finna Óskar, gengur ekki og Gróttumenn missa boltan út af. Boltan tilbaka á Kristján. Hann yfir á Birki. Eflaust margir að horfa á þessa útsendingu í sólbaðinu. Bara hvetja fólk til þess að þó að við séum á Íslandi að muna eftir sólavörðinni. Þetta er víst sama sólin og í útlöndum og hún er sterkari en á höndum. En við þurfum ekki að hafa áhyggjur af sólinni hér inni. Kristján
komin inn á miðringin, finnur Mána, sendingin frá honum, tæp en Tómas Týr Gísli gerir þetta vel. Þór kemst ekki áleiðis. Fín vörð hjá Patrik hérna. Tómas aftur á Birki leggur af stað. Tilbaka á Mattías, hann finnur Óskar. Gróttulið, bakkar, allt saman. Mattías. Óskar með háan bolta yfir til vinstri og Þór með hann í fyrsta fyrir markið og þetta er hreinsað í horn. Fallega spila hjá Káramönnum. Eitrað bolti frá Þór þarna og Sigurður Hrannar var með fínt hlaup þarna á bakvið. En það er Daði Már sem setur boltan aftur fyrir. Máni með spyrnuna innan svæði, Daði skalla frá. Þór aftur út á Mána og Máni brýtur af sér síðan hérna og í rauninni gefur hérna Gróttumönnum smá andrými. Mögulega óþarfi að brjóta hana. Og það voru Gróttumenn að reyna að byggja sókn. Hér Viktor Orri yfir á Daða. Langur bolti fram, Óskar finnur Mána undir pressu, Finnbogi tilbaka á Kristján lyftir hérna út á hægri kantinn. Mattías nær ekki að taka niður. Kristófer með langt innkast. Finnbogi og Tómas og Máni síðan tilbaka á Birki. Langur bolti fram. Kristófer skallar þetta frá. Káramenn vinna boltan aftur. Úff! Þetta var ekki fallegt hjá McLagan og var snöggur að dæma þetta. Sjáum þetta hér, ansi háskaleg tækling. Fer mjög hátt með og lendir á Sigurði þarna. En ekkert spjald á loft hins vegar. En aukaspyrna. Mattías á Tómas. Hann á Marino, aftur á Mattías. Mattías út á Þór. Þór á Tómas, aðþrengdur og þá koma Gróttumenn. Grímur út á Björgvin. Björgvin fer á hægri fótinn, setur hann, reynir fyrirgjöfina en setur hann bara út af innkast. Gróttum með vinnaboltan. Asís út til hægri, fær hann aftur. Sendingin fyrir markið. Björgvin með skallan út á
Kristófer sem fer í skotið. Og hvar endar þetta? Gróttumenn ennþá með boltan. Sendi ekki tilbaka. Fyrirgjöf. Boltinn siglir inn á fjær. Þar er Kristófer aftur í skotið. Og sjáum hérna fyrri hlutana þessari sókn. Fyrra færið sem að Kristófer fekk hér. Hvort að Kristján hreinlega ver þennan bolta hana. En leikunum komin í ganga aftur þannig að Finnbogi, slöggsending. Það er svona pínu þreytumerki finnst mér á köflum á Kára-liðinu. Hefði verið gaman að heyra og sjá hlaupatölur hjá mörgum Káramönnum hérna á miðvikudaginn. Kemur langur bolti fram, Gísli vinnur skallan, Óskar síðan hreinsa frá, beint á Patrik sem fær hann aftur hérna. Kemur langur bolti yfir til vinstri. Björgvin gerir vel í að halda þessu inn á Kristófer með steð. Björgvin á Asís. Asís síðan reynir sendingur inn á fjær og þetta fínasti bolti. Og markspyrna dæmd. Gróttumenn vilja fá hornið en dómarinn matar sem svo að Birkir hefði ekki snert boltan hana. Sjáum greinilega einhverju smá nýjung hérna hjá Kára-liðinu í augnablikinu sem að Birkir Hrafn svona ýtir sér aðeins inn á miðsvæðið. Kemur langur bolti fram, Marino fellur við, ekki dæmt. Þetta hefði nú sennilega verið ekki mikið. Sjáum þetta kannski bara aftur hérna. Ef að tækifæri gefst hér, kemur langur bolti fram, hlaupið frá Marino. Nei, hann bara mikill í ferð, þarf lítið til þess að missa jafnvægið. Allavega hefðu held ég Káramenn orðið ansi brjálæðir eða verið dæmt á þetta hinum einn. Það var með slaka sendingu fram á við. Finnbogi að reyna að finna samherja hér úr innkastinu. Kristófer gerir vel að stíga fram fyrir Sigurhrannar. Sigurhrannar vinnur boltan hins vegar, kemur hann á Þór. Þór reynir síðan sendinguna fram á við en Marino ákveður að elta þetta ekki eins og Marvin hins vegar. Herðir hennan bolta og kemur þessu spil. Kemur síðan langur bolti fram hér. Gísli Fannar gerir þetta vel. Og markspyrna dæmd.
Óskar á Gísla út á Birki. Hvoru liðinu liggur mikið á svo sem þegar það er að byggja upp sóknir. Svona varfærnislega gert allt saman. Gísli út á Birki. Birkir meðan langan fram á við. Ekki nákvæmt. Gróttum að gera þetta vel. Kemur löngsending fram, Óskar Vasilevski vinnur boltan, kemur honum á Kristján sem að finnur ekki samherja. Hins vegar, Viktor Sigurður Hrannar vinnur vel tilbaka hérna. Máni tilbaka á Finnboga, færa hann aftur hérna. Óskar út á Finnboga. Þetta er vantaði möguleika þarna Finnbogi, Björgvin og Grímur út á Axel sem fer í skotið en það er vel yfir markið. Þetta er svona vandræðagangur hérna á köflum í uppspilinu hjá Kára. Vantar kannski lítið meiri hreyfingu og aðstoð við boltamannin. Það var lenti Finnbogi í bara vandræði með að losa sig við boltan og koma Gróttumenn aftur með skot hér. Já, þetta lítur ekki alveg nógu vel út. Birkir hérna með það er bara, passar ekki saman sendingin og hlaupið þarna frá Tómasi. Máni Tómas á Marino snýr, kemur á Mána. Máni snýr aftur, finnur Tómas. Út á Birkir Hafn. Hann á Þór. Finnur Tómas. Tómas reynir að læða honum inn í gegn á Sigurður Hrannar sem fellur við en það er búið að flagga hann rangstæðan. Önnur rangstæðan held ég á Sigurð en aðdragandinn nettur, sendingin. Ég er bara alls ekki viss. Ég var ekki viss áðan en ég er ekki að sjá. Já, ég er ekki tilbúin að gefa þetta alveg eftir. Þið kannski skoðið það betur. Þið hafið alveg fleiri endursýningar í höndum ykkar þarna á YouTube. Birkir Hrafn að fá hann í hendina hérna. Birkir Hrafn er búinn að dansa á línunni núna í svolítinn tíma. Það er eitthvað sem segir mér að Birkir Hrafn kom ekki út í síðara áleikinn hérna. En hver það er sem að myndi leysa hann af? Sveinn Svavar er að hita upp og Benjamin Miðs er búinn að vera liðka sér tölvert. Sigurjón einnig boltinn lekur hérna í gegnum ansi mikinn pakka. Sigurður Hrannar síðan hreinsar þetta fram. Kristoffer Melsteð með langan bolta fram á við. Birkir Hrafn skalla frá. Tómas Týr, Asís vinnur boltan. Og Þór vinnur vel tilbaka hérna en Asís nær að koma þessum bolta fyrir markið og Finnbogi finnur Mána. Máni á Sigurð, aftur á Finnboga hér. Mattias sendingin aðeins fyrir aftan hana hérna. Hægist öllítið á þeim en frábær tækling hjá Grími og brotið á honum síðan. Og já, gult spjald á Mána. Máni Berg Ellertsson búinn að skora mark og fá spjald. Annað gula spjaldið sem að Káramenn fá í leiknum.
styttist í Íti nú við, þarna vilja nú Káramenn fá dæmt að það hefði verið sending tilbaka líklega. Allavega, við þurfum kannski að kíkja á það. Gróttumenn koma hér fram á því, Gísli skalla frá. Birkir í baráttunni og Þór síðan Asís eins og það tekur frákastið. Patrik. Tilbaka á Asís. Asís fær tíma á boltanum hérna. Tilbaka á Patrik, þeir eru reknir tilbaka. Þá eru Gróttumenn komnir upp á endamörkum og Óskar Vasilevski réttum maður á réttum stað þarna. Og þá er Andri kominn að þolmörkum Róberts dómara. Við erum með hérna, hvað erum við með hérna? Já, sendingu eða ekki sendingu tilbaka. Vissulega er sending en Sigurður á síðustu snertinguna hins vegar. Það var það Finnbogi og vinnur hornspyrnu fyrir Kára. Skildu Káramenn á að setja inn mark hérna í uppbóta tíma í fyrri hálfleik. Hvað erum að vera þar? Það er Birkir Hrafn sem að tekur hornspyrnuna fyrir Kára inn að markinu. Marvin Darri vel starfið sínu vaxinn þarna. Hún grípur þetta þægilega. Ekki náða að skapa hættu úr hornspyrnunum Káramenn í dag. Komir úr mínúta fram yfir, það er spurning hversu miklu er bætt við hér. Boltan tilbaka á Marvin. Hann er rauninni bæði liða bara að bíða eftir að komast inn í klefa. Tómas Týr tæpur þarna og ég held að sé klárlega gult spjald á leiðinni. Já. Þetta var alvöru tækling. Sjáum þetta hérna, spurning hvort að þetta sé appelsínugult. Birkir hreinsar hérna frá. Þetta er alveg kröftugt. Það vantar ekki. En gult spjald réttilega dæmt á Tómas Tí. Og Gróttumenn búin að setja þetta í leik aftur og þá er flauta til leiksloka. Ágætlega fjörugur fyrir hálfleikur á enda hér. Svo sem ekki mikið búið að vera í gangi. Ég vil meina að ég sé pínu svona þreytumerki á Káraliðinu svona í fyrir hálfleik. En kannski rétt rifjum upp mörkin. Það var Máni Berg sem kom Káramönnum yfir á
hvað var það, 17. mínútu eftir fína sendingu frá Birki Hrafni. Klaufaskapur í vörninni hjá Gróttu hins vegar, en það var ekki langur tími sem að leið þar á milli. Á 24. mínútu jafnaði Björgvin Brimi Andrésson fyrir Gróttumenn. Sjáum það hér, gerir þetta svo sem vel, en vörnin á að gera betur hana, segi ég, en vonandi fáum við fjör og skemmtileg hitt hérna í síðari hálfleik. Við kannski, maður nær kannski að stökkva hérna út og sleikja sólina í augnablik, en við komum aftur með síðari hálfleik hérna eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt.
Já, komið sælir áhorfendur góðir og verið velkomin aftur hér á í Akraneshöll. Það Kári Grótta, það eru 2 skiptingar í hálfleik hjá Káramönnum. Já, eftir að finna út úr því hver það er allavega Benjamin Mehic kemur inn á fyrir Birkir Hrafn Samúelsson og það er Finnbogi Laxdal sem að kemur af velli einnig og í hans stað kemur Sveinn Svavar Hallgrímsson. Engar skiptingar hjá Káramönnum og leik síðar og þannig að með áorðnum breytingum er Káraliðið þannig skipað í markinu er Kristján Hjörvar, síðan sem að Gísli Fannar er komin í vinstri bakvarðarstöðunni, Sveinn Svavar er í hægri bakvarðarstöðunni, Óskar Vasilevski og Benjamin Mehic í miðjuvörninni, fyrir framan þá Tómas Týr og Máni Berg, markaskorari Káramanna og á köntunum Mattias og Þór Lorenz, Marino Hilmar og Sigurður Hrannar síðan í fyrir miðri sókninni. Marino aðeins í hólunni fyrir aftan Sigurður Hrannar Þorsteinsson. Gróttuliðið ennþá skipað byrjunarliðinu. Þar er Marvin Darri í markinu. Það er leikmennu Kristófer Melsteð, Patrik Orri, bakverðirnir 2. Daði Már og Keiten McLagan eru miðverðirnir, síðan eru framar á vellinum Björgvin Brimi, markaskorari þeirra, Grímur Ingi, Axel Sigurðarsson, Viktor Orri, Kristoffer Dan og Marciano Assis. Staðan 1-1, mörkin skoruð af þeim Mána Berg fyrir Kára á 17. mínútu og Björgvin Brimir á 24. og Benjamin Mehic komin hér inn á, farin að láta til sín taka strax. Með sigri þá komast Káramenn upp í 4. sætið upp fyrir Víking, en sigri Gróttumenn að þá jafna þeir Dalvík Reyni og Ægi að stigum og komast þannig upp fyrir Káraliðið. En verði í jafntefli þá sitja þessi lið bara sem fastast í sínum sætum, 7. og 9. Og Birkir Hrafn auðvitað fekk gult spjald á 2. mínútu og Jónsson búinn að tala um það í fyrri hálfleiknum að mjög líklega mundan fara út af í hálfleik. Hann var búinn að vera tæpur að fá sitt annað gula spjald. Þannig að Gróttumenn sem að reyna að byggja upp svo, Káramenn rekka á tilbaka. Marvin, langur bolti fram, Sveinn Svavar skallar hann á Máni tæpur þarna, missir boltan Assis og Máni á gulu spjaldi minni mig nú eða hvað. Þetta var ansi hressilegt og Assis þarf aðhlynningu. Ég þarf nú að kíkja betur á hvernig við byrjum þetta en ég held að Máni sé nú bara stálheppinn að fá ekki. Sjáum þetta aftur Já, fer í hann af krafti og Máni Berg er á gulu spjaldi, þannig að enn og aftur stálheppnir Skagamenn. Tómas Týr einnig með gult spjald úr fyrri hálfleiknum, en Róbert Þór
dómari og hverður að láta þetta eiga sig. En eitthvað spilna sem að Gróttumenn eiga sem inn á tegin. Patrik var hann á algjörlega á auðum sjó, nær ekki að fleita þess áfram og Björgvin nær ekki að hann nær að vinna engast. Asís kominn aftur inn á. Kemur langt innkast frá Gróttumönnum, skallað út í tegin. Mattías kemur svo út úr tegnum og Gróttumenn vinnan þar. Viktor Orri tilbaka á Marvin. Marino og Káramenn í pressuna. Sigurður Hrannar að leika sér að eldinum hér. Þetta lítur að vera guldspjald á Sigurður Hrannar og það er guldspjald á bekkinn. Sennilega Andri Júl, ég ætla að gefa mér það. Hann var svo sem búinn að hafa pínu hátt í fyrri hálfleiknum og í rauninni hefði alveg getað að fara í bókina fyrr. Ég þarf að fara að læra að hemja sig. Ég ætla að gefa mér það besta leyfi að eins og Bjarni Fel sagði að tjáir ekki að deila við dómarann. En Gróttumenn gera þetta ágætlega. Hérna Grímur með sendinguna yfir til vinstri. Björgvin nálgast tegin, hann fer í skot eða fyrirgjöf, hvort var það nú? Og dómarinn dæmir horn. Mér fannst þó eins og Gróttumenn var ekki eins og biðja það. Þetta var fínn sprettur. Það er Asís sem tekur hornið. Út í tegin og það er mark. Gróttumenn búnir að skora annað mark hér. Gríðarlega fallegt mark eftir horn. En varnarvinnan, ég veit ekki alveg með hana. Var þetta Daði sem að skallar þennan, sem að stangar þetta í netið? Eða hvað? Nei, það er Keitin McLagan. Sjáum þetta aftur hér. Fínast á hotspilna en þarna gleyma menn sér bara, hann hleypur bara ringkanna og en vel að þessu komnir. Markið á 53. En ekki alveg það sem að Káramenn vildu fá hér í byrjun síðari hálfleiksins. Máni gerir þetta vel. Kemur honum á Þór. Þá kemur langur bolti. Hittir ekki á Samherja. Nú er spurning hvaða karakter er einni Káramenn núna. Patrik
fyrir bara í skot hér á endanum. Áhugaverð ákvörðun hérna. Óskar. En Káraliðið verður að fara að sækja stig á heimavelli. Það hefur nú oftar en ekki, ég meina ef þetta hefur verið erfiður völlur heima að sækja. Þór gerir þetta vel hérna, engin aukaspyrna dæmd og en Gróttumenn halda sókninni áfram. Skemmtilega spilað hér, Axel með boltan inn á teig og Skar nær ekki að hreinsa þetta vel. Gróttumenn með boltan í teignum, Aziz yfir á fjær en Kristján tegir vel úr sér hérna til að ná í þennan. Káramenn að gera tilbúna skiptingu, sýnist mér, sýnist Sigurjón vera klár að koma inn á. Það er að koma Káramenn 10 mínútur liðnar af síðari hálfleik. Gróttumenn geta bara að setja tilbaka og kemur langur bolti fram. Máni nær að taka niður, nær ekki að komast að markinu, setur hann út á Þór. Þór með boltan fyrir markið, skalla frá Daða, Aziz síðan með frákastið og langur bolti fram. Gísli Fannar tilbaka á Kristján. Bara neitruð hlaup frá Mána af miðunni á miðja vörnina. Þarna svo var akkurat svona sem að mark Káramanna kom upp úr slíku. Sitt Svavara og Marino vilja fá hendi, fá ekki. Máni með tæklinguna þarna. Benjamín með góða vörn. Þór hirðir hann upp. Ná Benjamín, Máni. Káramenn koma aðeins í spil. Kristján kominn á sinn stað í miðjurhringnum. Langur bolti á Svein. Mattias kemur inn á völlin hér. Mattias tilbaka á Benjamín. Gísli Fannar síðan út á Þór. Þór einn á móti fremur hérna á tímabili. Mattias tilbaka á Gísla. Skar aftur á Kristján. Mjög áhugavert að Kristján er í rauninni undir lítilli pressu líka þarna. Það finnst mér eiginlega alveg magna. Máni farið aftan í hann þarna. Viktor Orri gerði það og aukaspyrna dæmd réttilega. Og þá er skipting hjá Káramönnum. Og það er Tómas Týr sem kemur af velli. Og í hans stað kemur Sigurjón Logi Bergþórsson. Og sýnist verða Þór, nei, Sigurður Hrannar sem kemur einnig af velli. Og í hans stað kemur Hector Bergmann, marka skorari þeirra í bikarnum gegn Stjörnunni. Og það er Þór Lórens sem að býr sig undir að taka þessa spyrnu. Nei, Máni Berg gerir það. Setur hann inn á Þór sem að skallar hann út í teginn. Þetta var skemmtilega útfært. Máni á Marino. Og spila tilbaka. Sveit Svavar á Kristján. Aftur á Svein.
Sveinn. Sigurjón með slaka sendingu tilbaka. Þessi sending og framalega Benjamin tæpur þarna. Hann vissi ekkert af Kristófer þarna fyrir innan sig, kemur langubolti fram. Sigurjón ekki rangstæður. Sigurjón undan Marvin í boltan og hvað gerist hér og það dæmt. Og þá Marvin í djúpum, vondum málum. Vilja fá vítaspyrnu. Fá ekki, það allt að verða gjörsamlega vitlaust hér. Hvað verður úr? Nú þurfa menn aðeins að fá bara, skulum sjá þetta aftur hérna. Kemur langur bolti fram, Marvin. Það Marvin sem sparkar í Sigurjón. Ég held að það sé alveg augljóst að þessu myndum hjá okkur. En hvað var dæmt? Ég náði því ekki hins vegar. Sjáum þetta aftur hægt hérna. Óskar með langan bolta. Þetta geggjuð sending. Sigurjón langt frá því að vera rangstæður. Og hver snerti boltan? Það Sigurjón. Og Marvin sparkar í hann fyrir utan vítatein. Þannig að þetta í rauninni ætti að vera aukaspyrna rétt utan teigs og mögulega þar sem að markvörður brýtur af sér utan vítateigs að þá ætti það að vera rautt spjald. Hvað verður úr? Hvað verður úr þessu? Þetta Nei, hann að ræða við aðstoðardómara sinn. Ég trúi því ekki að Gróttumenn eigi þessa aukaspyrnu. Það aftur á móti. Það ætti ekki að vera vafamálið hér. Ég nú yfirleitt og ég byggi það algjörlega á þeim myndum. Jú, já, hér. Þetta ég ekki mikið fyrir að gagnrýna dómgæsluna en þetta var bara alrangur dómur og kannski þægilegt til þess að þurfa ekki að taka þá erfið ákvörðun hvað ætti að gera við Marvin. En maður hefur alveg séð svona hluti kveiki í Káraliðinu og nú einhvern veginn fellur allt á móti virðist vera. Já, þetta en bara menn láti ekki hlutina þetta fara í skapi á sér en hér það Marino Hilmar að næla sér í gult spjald. Það var nú alveg hárrétt. Það Asís sem að liggur enn og aftur. Gróttumenn taka þetta stutt. Asís rángstöðulikt á honum þarna en Sveinn Svavar hefur náttúrulega bara taka boltan þarna. Máni Óskar nær ekki að koma þessu frá Asís. Óskar vinnur boltan og Asís brýtur á honum síðan. Það komin svona smá kergja í mannskapinn. Hún svo sem ekkert í þessu neitt þannig.
Og hvað gekk á hér? Gult spjald á gestina. Gott að það var ekki bara á fyrirliðan. Ég gæti ekki betur séð Kristoffer Melsted. Fyrsta gula spjald Gróttumanna. Þetta ætla ég að leyfa mér að segja. Mattias í baráttunni hér. Þetta vel gert hjá Daða. Kemur á Patrik. Patrik með langa bolta fram en út af 20 mínútur liðnar af síðari hálfleik. Sigurjón hleypir þessu áfram. Kristoffer út á Viktor. Nálgast vítatein, reynir sendinguna út til hægri. Hún er ekki nákvæm. Já, bara mjög nákvæm, skulum við segja. Og boltinn út af Þór með fallega móttöku hér og hér er Patrik svolítið að reyna að æsa menn upp. Algjör óþarfi. Sjáum þetta hérna. Já, Patrik með langkast fram á við. Benjamin vinnur hann fyrir Skagan. Marino síðan tilbaka á Kristján sem setur hann upp í loft. Það var nú minnst á þetta í bikarmörkunum hérna á miðvikudaginn, nei á fimmtudaginn. Þar sem að við voru vændir það að stunda þetta Káramenn hérna á heimavelli að bombunum upp í lofti og ætla að leyfa mér að vera ósammála því. En það eru Káramenn sem að fá boltan. Það er áhugavert og hér er nú vel gert þarna hjá Hektor. Sveinn Svavar með geggjaða móttöku, boltinn á Mattias en Skagamenn, Káramenn ennþá með boltan. Máni með fastan fyrir. Þetta var geggjuð fyrirgjöf. Það vantaði bara samherja þarna. Þarna er maður aðeins fann að kannast við þá rauðu. Marvin með langa spyrnu fram. Þetta er vel gert. Kristoffer Dansk fleitir þessu áfram þarna og sendingin hérna síðan á endanum frá Axel ónákvæm og aftur fyrir Kristján út á Óskar aftur. Benjamin fær hann. Þetta er erfitt brotið á honum. Það var ekki auðveld sending við að eiga fyrir Benjamin þarna frá Óskari en þetta bjargaðist nú allt saman. Gísli og Marino tilbaka á Benjamin yfir til hægri. Óskar langur bolti fram. Sigurjón lúrði þarna fyrir aftan Daða sem að varða að vinna þennan sem hann gerði og Patrik vinnur innkast. Það verður að skipta bolta hérna, þótti Línur sá hinn fyrri. Kemur langt innkast. Virtist nú Kristoffer Dan þarna stuggað aldrei hressilega við Káramanninum. Björgvin fær þarna vonda snertingu þegar hann í þann mund sem hann ætlaði að láta vaða.
Boltinn á hreyfingu þarna þess vegna að endur taka þetta. Fyrir þá árundu sem að mistu af byrjun útsendingarinnar að þá sendum við TV menn bestu kveðjur á nýbakaðan föður og í okkar röðum Auðun Ingi Hrólfsson var að eigna sitt fyrsta barn í morgun. Hann og Una, kona hans. Þess vegna er ég hér en ekki Auðun. Algjörlega auðunslaus og hann er hérna vanalega á Kára-leikjónum en við hann er löglega afsakaður í dag og ég vissum að áhorfendur TV taka undir það með mér að óska þeim hjónaleysunum innilega til hamingju með frumburðinn. Falleg hraust ung dama mætt á svæðið. Vel gert hjá Sveini, nei, hann er ekki að halda þessi ná. Fín pressa hérna hjá Káramönnum. Líður tíminn hratt innan við 20 mínútur eftir að venja leiktíma. Svavar missir hann frá sér hérna og þá koma Gróttumenn. Axel Þór til varnar. Axel kemst fram hjá honum. Hægir á sér, leggur hann út í teiginn. Ætlaði Asís líklega en hittir ekki á hann. Boltinn út til hægri síðan á Patrik. Patrik með fyrirgjöfina. Benjamin Mynd skallar þetta frá. Fara menn þessi frjálslega með hendurnar hérna og hvað er á endanum dæmt hér? Það er á Viktor. Og hann er nú hættir að gefa gullspjald fyrir svona lagað. Benjamin snöggur að taka þetta á Gísli. Tilbaka á Kristján. Hann á Óskar. Óskar á Mattias, sendi ekki frá honum tilbaka, ekki nákvæm, enda var hann undir pressu þarna. Já, ég veldi bara fyrir mér hvaða púður er í tunnu Káramanna á þessum tímapunkti. Það er orkuna hreinlega í að jafna þennan leik eða jafnvel snúa honum alveg sér í vil. Ég er ekki sannfærður um það. Fengu þessum leik vissulega senkað vegna bikarleiksins á miðvikudaginn. Patrik skallar þennan út af. Þór snöggur að taka þetta inn á Marinó og Gísla á Benjamin. Skiptir yfir á Óskar. Hektor kemur tilbaka og Gísla. Marinó. Benjamin sendinguna beint þarna að Finnum Mána á endanum ef við komum í daða. Þór lyftur sinn á teginn og fjölsvæðið og Sigurjón skallar hann himinhátt yfir. Hörku færi hjá Sigurjóni, hann bara nær ekki að stýra honum niður. Þá er skipting hjá Gróttumönnum.
Af velli kemur leikmaður nummer 11 Axel Sigurðarsson og hver kemur í hans stað? Það alltaf jafn spennandi að sjá. Leikmaður númer 4 Dagur Bjarkason. Asís með sendingunni aftur fyrir sig, þetta skemmtilega gert, Óskar skýlir boltanum hana fyrir Kristján. Kortið eftir og Káraliðinu vantar sárlega að finna mark. Það var ekki náða, voru náða að skapa hérna dauðafæri rétt áðan sem að Sigurjón Logi komst í upplagt skallafæri Sveinn Svavar. Býður eftir Matthíasi, sendingin síðan á endanum ekki alveg nógu nákvæm hjá honum. Boltinn inn á teiginn hér og Marvin tekur sér góðan tíma núna. Og það koma Gróttumenn. Og sendingin út til hægri Kristoffer með boltann inn á teiginn. Marino vinnur vel tilbaka, hreinsar þetta frá. Hér einn kom með krampa. Þá skipting hjá Káramönnum. Það Gísli sem kemur af velli, Gísli Fannar Ottesen, og í hans stað kemur Mikael Hrafn Helgason. Og þá veljar heyrðist mér fá Þór út vinstra megin. Í stöðuna hans. Einnig skipting hjá Gróttumönnum. Það leikmaður númer 24 sem kemur af velli. Kristoffer Dan Þórðarsson, og í hans stað bjóðu velkomin leikmann númer 14 Hrannar Ingi Magnússon. Benjamin út á Þór. Þór kemur bara út í vinstri bakvarðarstöðuna. Skiptingin frá honum yfir á Svein. Óskar Kristjánsson setur hann á. Þór, Marino með hlaupið, sendingin kemur bara aðeins og snemma hana hjá Þór. Þannig Rángstaða dæmt réttilega á Gróttumenn. Kemur Sveinn Svavar fyrir Kára. Óskar Þór. Matthías aðeins farin að hugsa fram í tíman. Það alltaf hættulegt. Þegar menn búin að ákveða, að ímynda sér ákveða hvað alltaf að gera næst. Það að klára fyrst. Eitt augnablik í einu. Sigurjón vinnur boltan, virðist vera löglega, en aukaspyrna enga sér dæmt. Grímur Ingi gerði sér mat úr þessu.
Patrik með langan bolta yfir á vinstri kantinn. Daði tilbaka á Marvin. Marvin finnur Dag en hann er ekki að finna Samherja hins vegar. Þá koma Káramenn. Sveinn og fer að liggja á. Kristján mættur á svæðið. Finnur Þór. Þór með skiptinguna yfir á Svein. Hann tekur hann niður. Finnur Mána. Máni síðan á Mikael. Mikael með fína skiptingu yfir á Þór Lorenz. Þór hótar skotinu. Tekur skotið. Og þeir ná að hreinsa þetta frá. Benjamin skallar hann tilbaka á Kristján. 10 mínútur eftir. Þór með sendingunni yfir á Fjær, yfir Mikael og Kristófer gerir þetta vel. Sveinn Svavar gerir þetta hins vegar líka vel en við frábærlega gert hjá Björgvinni. Marvin, langur bolti fram. Óskar Vasilevski vinnur skallan. Viktor finnur, hér er Viktor hins vegar. Hrannar. Dagur utan á. Dagur með fyrirgjöfina. Máni finnur Mattias. Reyna Káramenn að sækja rætt. Sigurjón fyrir framan hann hérna. Sigurjón nálgast teginn. Sigurjón fer yfir á hægri. Leggur hann út í teginn. Mattias nær ekki að finna Samherja eða skot. Og Káramenn, nei, Gróttumenn ná að koma þessu frá svona, já, eða allavega afstýra hættunni. En nú eru Káramenn konum með ágætis pressu á Gróttumenn, þeir eru ekkert mikið að reyna að sækja. Slök sending frá Sveini. Hrannar. Asís. Hrannar fær hann aftur. Engin aukaspyrna þarna, já, hérna. Aukaspyrna dæmd. Já, ég veit ekki. Já, það þýðir ekkert að neitt að fást þetta neitt. Aukaspyrnan var dæmd og Gróttumenn geta núna tekið sér allan þann tíma sem að þeir vilja og þurfa. Asís kemur boltinn inn á teginn. Benjamin skallar frá. Viktor skallar þetta tilbaka. Hektor síðan frá. Mikil barátta. Hektor Bergmann með hann hér. Sveinn Svavar. Finnur Mánaberg. Þá er þetta komið í spil. Þór. Hann horfir fram á við. 4 menn fyrir framan hann. Sendingin út til vinstri á Mattias. Mattias fer í árásin á Hrannar hér. Mattias með Þór fyrir aftan sig. Þór með hann inn fyrir í fyrsta. Kristófer skallar frá. Marino tekur hann niður. Óskar. Sveinn Svavar úti hægra megin. Mikael. Út á Mána. Máni á Hektor. Hektor tilbaka á Benjamin. Þór Lorenz. Hefur ekki plássi til að setja hann fyrir. Jú, hann hefur það núna. Hefði þurft að gera það í fyrstu snertingu og Þór brotið á honum hérna og Þór ekki par hrifinn. Sjáum þetta aftur hérna.
Það keppnisskap í mönnum hérna, þetta náttúrulega alveg púra brot og Þór lætur þetta fara aðeins í skapið á sér. Og þá spurning hvað verður hér. Nánast allt Káraliðið komið inn á teig. Þór með spyrnuna. Hún först beint í Hrannar og síðan upp í loft. Þá fær Þór boltan væntanlega bara þarna. Og Þór með boltan inn á tegin. Skalla frá Aziz. Reynir séðan bara, hann reynir bara skot alltaf að vera að segja. Kristján mættur. Á Benjamin. Nú eru Káramennarnir ansi margir fram á við hérna. Þór með skiptingunni yfir á Sveinsa. Var þetta fín bolti. Sveinn reynir fyrir gjöðuna, fer af fyrsta varnarmanni og innkast. 4 mínútur eftir. Ná Káramenn að bjarga stígi hér eða eru Gróttumenn að fara upp fyrir? Hér brotið á Sveini og gult spjald á Kristófer. Já, þá hefur hann ekki verið að fá gula spjaldi á hann. Ég biðst afsökunar á því. Ef að hann er allavega að fá gula spjaldi núna. Og aukaspyrna á hættulegum stað. Káramenn, Mikael Hrafn tekur hana. Að rétt rúmar 3 mínútur eru eftir að venjulegum leiktíma. Hektor lengst úti fjær, kemur á ferðin inn í mynd núna. Sendingin yfir veggin en á fyrsta varnarmann eftir það. Þá koma Gróttumenn. Vel gert þarna Viktor Orri. Læra að halda vald og boltanum vann að Sveinn Svavar og þetta lítur að vera gult spjald. Þetta lítur að vera gult spjald. Birkir Hrafn Samúelsson fekk gult spjald á 2. mínútu fyrir nákvæmlega þetta sama. Samræmið þar allt sem við biðum. Það bara eina. Vel gert hjá Mattiasi, kemst inn fyrir Hrannar hérna, hann nálgast vítategin. Hrannar nær að bjarga þessu í hot. 2:20 eftir, tíminn líður hratt fyrir Káramenn hér. Máni leggur hann út á Þór. Þór á Mattias. Mattias lætur sig. Kemst síðan hérna inn fyrir Dag, fyrir skotið þar í varnarmann og Marino síðan. En þeir ná að koma þessu frá. Kristján á Óskar, fær hann aftur. Benjamin ennþá frammi. Mikael. Sveinn Svavar. Máni og Óskar. Þeir eru náttúrulega bara 2 eftir hérna í vörninni. Kristján og Óskar Vasilevski. Þór. Skiptingin frá honum beint á Kristófer. Sendingin frá honum fram á Aziz. Aziz gerir sér mat úr þessu. Þetta hann að reyna að veiða spjald þarna á Marino Hilmar sem að hefði í mínum bókum verið mjög harður dómur. En það skipting hjá Gróttumönnum og það Aziz sem að fer að velli. Og hver kemur nú í hans stað? Ég þekki hann ekki, en bíðum eftir að sjá hér. Jú, það leikmaður númer 2, Björgvin Stefánsson.
Þá koma Káramenn. Sendingin allt og löng hérna fyrir Mattias út venjulegu leiktími liðinn. Þá komið tíma á að velja mann leiksins. Ég ætla bara að gefa það markaskoraranum. Máni Berg spilaði mikið á móti Stjörnunni daginn, þreyttur en sama vinnu framlagið og mark og bara hann verður fyrir valinu á mér. Þá eru Gróttumenn að hrynja hérna niður hver á fætur öðrum. Marvin Darri á þessu sinni. Talandi Marvin Darra, við skulum kíkja á atvik enn og aftur sem að hefði mögulega geta breytt gangi þessa leiks. Hefði það verið tekið öðruvísi á því af dómurum leiksins. Sjáum hér löng sending fram og Sigurjón er á undan í boltan og það er Marvin sem sparkar síðan Sigurjón niður. Þarna var dæmd aukaspyrna á Sigurjón og ég held að þessar myndir gefið til kynna að það sé bara alrangur dómur og mögulega Gróttumenn stálheppnir að vera ekki 10 á móti 11 hér. Hér er gult spjald á Gróttumann. Hver er það? Það er markaskorarinn Björgvin Brimi. Það eru Káramenn að reyna að opna Gróttulið sem er allt komið tilbaka. Sendingin beint á Hrannar hér. Svo er það Björgvin sem fær boltan hérna upp í hægra hornið. Hann er ekkert að hugsa markið að hvað Dagur er þar. Marin og Hilmar er það líka. Komast þeir út í horn. Björgvin og Dagur. Og innkast sem að Gróttumenn eiga 3 mínútur að vera dottnar í uppbóta tíman hér. Gróttumenn við það bara landa sigri hér. Nú þurfa menn að fara að hlaupa í kringum hann, ekki reyna að fara í gegnum hann. Björgvin hérna, já, það er Káramennu sem er dæmt innkastið, áhugavert. En Þór kasta tilbaka á Kristján. Kristján fram á Óskar. Það er ákveð í Káraliðinu, langur bolti fram. En á að hreinsa þetta frá. Þór og Óskar. Óskar Vasilevski sér Sigurjón á fjær. Þessir og vinnalega. Og mögulega síðasta tækifæri Káramanna. Ég gæti alveg trú á því. Það voru reyndar smá tafir hérna vegna meiðsla áðan. Marvin, þessi langt fram, Björgvin í baráttunni, Benjamin. Þór, fram hjá Björgvini, Þór horfir upp, Sigurjón á að skalla þennan, nærði ekki, Maklagan, hetja Gróttumanna að verða hér, skallar þetta frá. Óskar á Mána, þurfum við að fara að koma boltanum fram á við.
Kristján á Óskar. Benjamin á fjær svæðinu. Marino. Þór. Þetta að taka langan tíma finnst mér, konar 5 mínútur fram yfir. Óskar á Mikael, þetta tæft. Marino, við má koma boltanum inn á teginn inn í hættusvæði með hann. Þetta ekki vel framkvæmt hjá Káramönnum. Marino pressar hér á Dagur reynir sendingunni yfir. En boltinn endar hjá Kristjáni. Komið 5,5 fram yfir Þór. Það leið 1 núna bara. Sigurjón og Benjamin í baráttunni. Sveinn Svavar líka og Sveinn Svavar fellur við. En hvað gerðist þarna? Sennilega þetta boltinn. Sjáum þetta hér. Gríðarleg barátta. Ég bara ekki viss. Svo hérna kemur sendingin frá Þór. Nei, ég læt þetta duga. Hér kemur boltinn inn á teginn. Dagur kemur þessu frá. Langur bolti fram. Kristján þar. Það verða konar 7 mínútur. Þetta bara förgitæmi í gangi hérna. Máni. Þetta hlýtur að vera síðasta sókn Káramanna. Sigurjón. Já, þar með flautað af. Og Gróttumenn vinna, ætlum verðum ekki bara að segja verðskuldaðan sigur. Þeir unnu fyrir þessu. Kári með annan tapleikinn á heimavelli hér í fyrstu 3 umferðunum. Allir leikir Káramanna hafa endað 2-1 með 2-1 útisigri. Töpuðu fyrsta leiknum hér og töpuðu hér aftur fyrir Gróttu 2-1. Aftur minni á, það voru atvik í síðara hálfleiknum sem að hefðu getað snúið leiknum öðruvísi en það ekkert við því að gera. Skulum rifja upp mörkin. Það var Máni Berg sem að kom Káramönnum yfir á 17. mínútu eftir þessa sendingu frá Birki Hrafni. Bara virkilega vel klárað hjá Mána. En það var síðan Björgvin Brimi sem að jafnaði metin fyrir Gróttu. Á 24. mínútu gerir þetta virkilega vel og það var síðan McLagan sem að Kætin Robert McLagan, þeir byrjuðu seinni hálfleikinn mjög vel. Gróttumenn, Káramenn ekki kannski að sama skapi og eftir þessa góðu hotspyrnu að þá skorar McLagan með öruggum skalla. En við erum nýbúin að sjá hérna atvik sem að hefði getað breytt þessu helling en látum þar bara liggja milli hluta. Nú þurfum við Snorri Kristleifsson sem var á myndavélinni í dag og þakka honum fyrir hans störf. Við þurfum að fara að koma okkur út í sólina. Það D-vitamin kokteil á okkur hér í seinni partinn í dag í frábæru veðri og vonum að þið njótið eins og takk kærlega fyrir að horfa.